ætla að bjóða ykkur öll velkomin. Eins og ég segi, þá ég hérna í hugbúnaðarlausn hjá Advania og fyrirlesturinn sem ég ætla að fjalla er upplýsingakerfi sem app. Við smíðum app sem hluti af stærra kerfi sem heitir Diana og appið smíðum við fyrir sem sagt Reykjalund í samvinnu við þau. Ég ætla að byrja kannski á að hérna Ég ætla að byrja kannski að segja hvað Diana á fyrstu glærinni. Það hérna stjórnunar- og sjúkraskrákerfi á heilbrigðissviði. Og hvert megin hlutverk kerfisins? Það að skrá þjónustu sem sjúklingur fær og teknar eru út upplýsingar þjónustu sem veitt. Og hverjir eru það svo sem nota Diana? Það eru starfsmenn í heilbrigðisgeiranum, læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, ritarar og iðjuþjálfarar og fleira. Og hvaða gögn eru skráð í Diana? Þetta öll helstu sjúkragögn, greiningar, lyfseðlar, mælingar, dagalar, og tímabókanir og mætingar og fleira. Hvernig svo rekstrarumhverfið á Reykjalundi? Kerfið hýst á Reykjalundi og það klient sem sagt á hverri vel. Ég ætla að fjalla aðeins nánar appið eins og ég sagði það er hluti af stærra kerfi. Þá kemur spurning hvers vegna app en ekki, hvers vegna þetta eitthvað ekki alveg að ganga hérna, hvers vegna app en ekki vefur. Eins og Sigurður kom hérna áðan, þá appið öruggara og Diana ekki vefkerfi og aukið öryggi af því að þetta eru náttúrulega heilbrigðisgögn og viðkvæm gögn. Og hvað gerir fyrsta app í Diana? Það veitir aðgangi að dagskrá, stundaskrá sjúklinga og þjálfara. Við skráum í hópa og mætingar inn í Diana-kerfið. Hvers vegna þurfum við hreyfanlegt skráningartæki? Jú, því að hóptímarnir eru oft út á akrinum og það engin tölva aðgengileg. Þetta eru svona hópar eins og gönguhópar og hjólahópar sem þarf að vera hægt að skrá með spjaldtölvu og síma. Jæja, hver ávinningurinn fyrir Reykjalund? Það aðgengi að upplýsingum á vettvangi, til dæmis stundaskrá sjúklings, rauntímaskráning og engin frumskráning á pappír. Og það kallar að sjálfsögðu á réttari skráningu. En hvaða tækni þetta sem við notum? Nú hef ég bara talað appið. Við erum með Android frá Google sem opið stýrikerfi og tæki og tól sem við notum, það var Eclipse sem við þróuðum forritið í, en í rauninni hægt að nota hvaða þróunartól sem svo lengi sem það styður Java. Við erum með Android SDK frá Google og með honum fylgir Emulator sem sýndavél. Það gerir það verkum að það mjög gott að geta þróað tækið án þess að vera með síma eða spjaldtölvu svona í byrjun. En appið keyrir bæði í síma og spjaldtölvu. Kerfið talar við vefþjónustu og það Delphi og hún heitir REST Data Snap Server og það DBX JSON klasasafn. Gögnin eru sem sagt fara á milli á JSON-formati sem samþjappar öllum gögnum og þannig að þau vera mjög létt og eru fljót að fara á milli. Öryggismálin, eins og Sigurður kom hérna áðan, þá skráningin í gegnum lokað kerfi, lokað net fyrirgefið. Hérna ég með smá sýnishorn af appinu sem við gerðum og ég ætla að taka það fram að þetta öll bara prufugögn
og þetta í þróunarumhverfið og það þessna sem þetta bara upp á vídeo þegar tíminn mjög knappur. Hér sjáum við innskráningagluggan og við sláum inn notendanafn og ýtum á innskrá. Það opnast glugginn hópar dagsins og þar listar hann út alla hópa sem eiga við þennan ákveðna dag. Það svo hægt að fletta á milli með því að smella á örvahnappana og það listast þeir hópar sem við eiga. Sjáum til dæmis stafaganga, hópur milli 15 og 16. Þá eru skráðir 12 manns í hópin og það búið að merkja við 7. Nú, ef ýtt á hnappinn með græna plúsinum þá þýðir það að verið að þjálfari að skrá sig inn eða verið að skrá sig sem umsjónarmaður hóps, og ef ýtt á hnappinn með rauða exinu þá hann að taka sig af, fjarlæga sig úr hópnum. Ég loggaði minni kerfi sem Sofía Gunnarsdóttir og ég sem sagt þjálfari eða starfsmaður og ég ýti á boltatímahnappinn sem tilheyrir boltatímanum. Þá ég komin inn í kladdan og hér get ég þá merkt við og ég ætla að byrja því að skrá sjúkling í hóp og ég smetla það úr menjú. Þá kemur upp svona lyklaborð sem ég get slegið inn kennitölu sjúklings og smetla leita. Þar kemur upp hún Elisabeth, ég skrái hana í hóp og þá hún komin hér í listan. Ég merki við hana mætt og mig líka sem Sofíu Gunnarsdóttir þjálfara og smetla á vista. Þá fæ ég aftur upp valmyndina með öllum hópum dagsins. Þar sé ég þá að búið að fjölga í boltatímanum 2. Næst ætla ég að skoða stundaskrá sjúkling. Þá kemur upp glugginn þar sem ég leita eftir kennitölu og ég slæ inn kennitölu sjúklings og smetla á leita. Hér fæ ég upp nafnið sem ég smetla á og nú ég komin inn í stundaskrá sjúklings hennar Elisabethar og þar get ég flakka á milli og séð hvað dag hvað hann að fara í á hverjum degi fyrir sig. Hér ég komin inn í kladdan hjá henni Elisabetu og ég skrái mig þar í hóp sem umsjónarmann hópsins, merki við mig og vista. Og þá ég komin inn í hópa dagsins og fæ upp stundaskránna mína og ég komin sem umsjónarmaður háls- og herðahóp sem ég var að skrá mig í. Þetta svona þetta sýnishorn sem við ætlum að bjóða upp á að skoða. En þá fyrir við bara áfram til hvers vera að skrá mætingar. Það hluti af árangursmati og nota til að mæla nýtanlega þjónustu, upplýsingar til opinbera aðila og einnig rekstrarlegar upplýsingar. Við viljum líka fá að þetta svona mælaborð stjórnenda, eins og þetta getum við fengið út úr appinu. Það hvað mikið mætt í hópana, fjarvistir og fleira. Fleiri tækifæri. Sjáum við fleiri tækifæri? Jú, við sjáum skráningar, mælingar með símum og spjaldtölvum og ýmis aðgangur að skjalasafni, bréfakerfi og skýrslum og bókanir í opna tíma. En hvað með læknin og stofugangin? Er framtíð að hann labbi kannski stofugangin með spjaldtölvu? Það eru endalausa möguleikar. Takk fyrir.